að semja í karphúsinu. Það var ekki gengið frá samningum. Fundi klárust núna svona bara rétt fyrir kvöldmatarleitið og menn fóru heim. Það var nú allt eins búist við því að menn myndu bara reyna að halda áfram að klára. Og það sem er í gangi er að starfsgreinasambandið og einhver leyti samflot iðnaðarmanna eru með svona ramma af samningi og ég held að starfsgreinasambandið sé komið svona nokkuð langt. Þið getið farið inn á samstöðum.is og séð svona efnisatriði þess sem er verið að semjum. Því sem ekki treyst ykkur inn á samstöðin.is geta farið á Kjarnan. Það er nú frétt sem að kom seinna með svipuð efnisatriði þar. Og það er ekki verið að semja mikið. Og málið er það að í síðustu viku, þið munið að hann Ragnar Þór kom hingað við rauðaborðið og ræddum það þegar hann gekk út úr þessu samfloti og sagði að það væri ekki neitt að semja. Að það er svona ólík afstaða hjá VFR og svo náttúrulega enn frekar hjá Eflingu hvort það sé möguleiki á því að sækja einhverja launahækkanir, hvort að það sé færi til þess. Eða hjá þeim sem í karphúsinu sem Vilhjálmur Birgisson og starfsgreinasambandið og kannski einhver leyti ASÍ með Kristján Þórð sem að semja líka fyrir iðnaðarmenn ásamt fleirum að það sé raunverulega svo staða uppi að það sé eðlilegt að semja bara stutt og ekki allt og mikið. Það sé svo mikil óvissa og óöryggi í samfélaginu. Þannig þetta er svona mjög ólíkt og til að hjálpa mér til þess að skilja þetta er Ásgeir Brynjar kominn hingað. Þórðarson, vertu velkominn. Sko, það er þetta að sömuleyti gæti maður orðað þannig að annar hópurinn, hann vilja horfa á stöðuna eins og hún er og bendir á það er bara aldrei verið meiri hagvöxtur síðan 2007. Það hefur þú er aldrei séð milluuppgjör fyrirtækja eða ársreikningana í fyrra með öðrum eins hagnaði. Það hefur aldrei verið minna atvinnuleysi, það hefur aldrei verið meiri vinnuaflsþörf, það hefur aldrei verið færri meira þess að gjaldþrot. Það munar það eru gjaldþrotur svo fá að þessu ári að þau eru bara fjórðungur af því sem maður má eiginlega telja að vera svona normalt. Þannig að þetta benda á endalaust atriði það sem ætti að vera er færi á að sækja þokkalega launahækkanir eða þá að ríkið þurfi þá að kaupa þær í burtu með einhverjum hætti eða vil ekki auka verðbólgu. Og hinum megin eru menn sem að horfa á það er svo mikil óvissutími, það er svo óljóst hvert við að fara í, það er eitthvað svona ástand út í heimi sem að geti komið hingað þess vegna skulum við ekki semja neitt sem að raska neinu. Hvað er í gangi? Já, ég ætla ekki að byrja að semja, ég er ekki með neina innsýn þar en ég er svolítið hissa eins og þú á því sem að maður sér í fjölmiðlum. Við erum náttúrulega að koma út úr mjög óvenjulega ástandi og þannig að kannski eru sumir ennþá ringlaðir. Við fórum náttúrulega rosalega hratt niður í COVID. Það var bara lokað, bara stæðstu atvinnugreinni var lokað. Allan heim. Og svo fórum við hins vegar rosalega hratt upp líka. Hagvöxturinn kom hraðar en marga grunaði og flest módel reiknuð út. Og túristanir bara komið. Það hefur verið að tala núna 2022 verði met ári gistináttum sem er kannski besta mælingin. Það er bara hvað margir komu og hvað voru lengi. Já, þannig að og síðan fannst sömum að Seðlabankarnir grípa of seint inn í sem var kannski svona einhver leyti eftirspeki. Ég var nú í þessum minnihluta sem var nú alveg helmingur sem vildi bíða og taldi þetta vera tímabundna verðbólgu við endurræsingu hagkerfisins. Þetta er hleypin í gegn. Já. Þið höfðu rangt fyrir ykkur. Já, það kom stríð. Já. Og orkukrísa, hrávarðuverðshækkanir. Þannig að þá komu rosalega mörg merki að þetta væri nú komin alvarlega verðbólga og þá voru við orðin bara einhver svona, nú segja alþjóðavísu, einhver 5-10% sem vorum í þessu team transitory, sem töldum að hún væri tímabundin. Og það er náttúrulega aldrei vinsælt að vera í minnihlutanum. Og ég skal alveg viðurkenna, maður varð alveg kannski líka svolítið hræddur þegar tölunar komu í hverju mánuði og hún var komin yfir 10%. En núna eru búnar að koma tölur ef maður skoða mánuði. Það tala um Evrópu. Já, hún toppaði hér í júlí. En hún kemur bara, það er bara svona flattlænir eftir það. Nei, hún er byrjuð að fara niður í Bandaríkjunum, í Evrópu líka. Ekki hér. Ekki nú maður vilja telja eitthvað munin á 9,5 og 9,3 eitthvað mun. Já, og svo erum við að skoða, þú veist, fjölda af
hlutum í körfunni, hvað það sem mest nauðsynlegast fyrir neyslu þegar fólk fyrir að breyta neyslu þess að þar. Ég meina, það var svolítið misvísandi í fréttunum og Seðlabankanum að kenna TN-ferðunum þetta eins og flatskjáunum fyrir hrun. Já, nú bara Seðlabankastjóri sem gerir það. Síðan í tölunum augljóslega ljósa að lækkun verðbólgunar eða vísindalega lækkaði vegna þess að flugferðin eru ódýrari. Það sló nú á móti en það sem að kannski hræðir mann einna mest ef maður les Peningamálin sem kom út í síðustu viku. Þar sagt að tölur þróun ráðstöfunartekna benda til þess að heimilin hefði meira borð fyrir báru til að styðja við útgjöld sín en áður var áætlað. Og þarna eru náttúrulega rosalegar meðaltals skekkjuhættur. Seðlabankar út í heimir og allir farnir að skoða ójöfnuð. Ég veit ekki alveg hvernig það gengur að koma því inn hér. Við heyrum ekkert að því. Að það lykilatriði, viðurkennt orðið á alþjóðavísu. Ójöfnuð skiptir máli, þú voru að skoða tíundirnar, hvernig þetta snertir. OECD, sem nú orðið meira neoliberal eftir að nýja forstjórinn tók við þar í fyrra, samt með skýrslu núna, Economic Outlook, efnahagshorfurnar þeirra í heiminum síðan í síðasta mánuði, þar sem verið að segja aðgerðir ríkissjóðanna þurfa að vera targeteraðar á þá sem mest þurfa á þeim að halda. Þannig að OECD að segja því að hjálpa þeim sem að fara verst út úr verðbólgunni og þetta eru ríkissjóður að gera náttúrulega í orkukrísunni í Evrópu með því að styðja við lækka verðið með mismunandi leiðum, niðurgreiða fyrir fólk, lífsnauðsynnar, hitunina og sem væri hér húsnæði, einhver aðgerð í húsnæðismálum. Já. Því það er eiginlega okkar orkukreppa, það er hækkun á nema það bitnar á fyrst og fremst kannski á þeir sem eru með breytilega vexti, þeir sem eru leigjendur, en minna á öðrum. Já, ég meina ef þú hefur skoðað hana skilaboðin inn í heimabankanum að þá eru komið tilkynningar hækkanir á mánaðar eða 2 mánaða fresti núna þetta árið, þannig að það er rosalegt og svona í löndunum í kring vaxtastigið allt annað. Fasteignaverð í Svíþjóð er búið að lækka 14% núna í ár að því að Seðlabankinn fór úr 0 upp í 1,5. Þeir eru tvisa búin að hækka 75 púnta. Íbúðir í fjölbýli voru að hækka áfram. Já, og það er ekkert að gefa eftir hér. Nei, þannig að þetta er kostnaðurinn við að lifa sem ætti að vera að horfa á í stuðningsaðgerðunum. Við erum ekki með neina svoleiðis. Við erum ekki með neina stuðningsaðgerðir. Hér? Nei. Það kom í sumar, það var flýtt hækkun á 3% á örorkulífeyri. Það var einhverju eilítil hækkun á barnabótum til tekjuminnstu. Já, ég var á RÚV og það fyrir vikunni og það sem mönnum fannst skrítið því ég var að segja frá því að það væri verið að stýra verðin og nauðsynjum í mismunandi hátt í mismunandi löndum. Bara Noregi kosta bleiur á börn 1/10 af því sem það kosta hér. Af því það eru niðurgreiddar af ríkinu. Af því að það er bara álitin ljót skattheimta á barnafólk að vera að leyfa heildsölum og bleiusölum að okra á þeim. Þetta er alveg hægt í löndunum kringum okkur. En við erum ekki meitt svona. Frelsið er hansi stórt og mikið hér. Meira sé að yfir í nagladekkt og það drepi ég marga á COVID. Ok, en ef við tökum ríkissjóð, geymum hana þess, það sem að ríkissjóðu geti gert til þess að vinna á framfærslu kreppunni, sem er raunveruleg. Er færi á að sækja launahækkanir til fyrirtækja? Þú kannast að Ragnar Þór segir þetta, að þeir hafi keypt ársreikninga allra fyrirtækja og legið yfir þeim og orðið bara yfir að sjá hvers rosalega góðari þarna væri. Hagvöxturinn er alltaf svakalega mikil. Það voru að koma tölur í morgun og það er alveg bara það ætti að gefa til kynna að það séu færi á
gera betur við fólk. Það sem sko aftur einhver svona gömul mantra hættuna við víxlverkun launa og verðlags. Það nýlegur pappir sem var að koma út frá IMF, svo ég vitni aftur í þessar alþjóðlegu svona jafnvel gömlu Washington Consensus eða neoliberal stofnanir. Nýfrjálshyggju dómkirkjur. Sem hafa breytt sér sjá til gífurlega mikið, hægt og bítandi kannski, og of seint finnst okkur sumum sem erum í svona ný sköpunar hugsunarfræðinar, en þó þar var að koma bara mjög áhugaverð rannsókn sem sýndi fram á að þessi hætta af víxlverkun launa og verðlags miklu minni en áður var talið, og það eru til gamla rannsóknir frá Volcker-tíma, nýlega rannsóknir frá gamla Volcker-tíma, síðasta óðaverðbólgutíma. Verðbólgan var byrjuð að lækka áður en að Volcker tóku við, og líklega var sú kreppa allt of djúp og löng vegna of mikill aðgerða. Þannig að sko þetta rosalega erfið jafnvægislist. Ég ætla ekki að svara hve mikið svigrúm til á mismunandi stöðum. Það sem náttúrulega lykilatriði líka að það skattkerfi til jöfnunar. Ójöfnuðurinn búið að margsýna fram á líka. Það óhagstæður að sko Evrópusambandi að fara að tala social market economy, samfélagslega markaðarkerfi. Það ekki bara Norðurlöndin og velferðarkerfi sem við erum nú talsvert langt frá, ef maður skoðar grundvallar tölur og kostnaðin við að lifa fyrir barnafjölskyldur eða ungar fjölskyldur, en við hins vegar fáum fínustu meðaltölun út af því að efri helmingurinn hefur það svo rosalega gott að það bætir fyrir svona óþægindin á neðri helmingnum. Það gerir það náttúrulega ekki. Það bætir bara í tölunum. Já, ég meina það. Það bætir það ekki neitt. Þannig að það svolítið svona það sem hlýtur að þurfa að vera heildarlausnin í þessu. Ég hefði talið það væri miklu skynsamlega núna að semja til lengri tíma og svipaðan hátt og í lífskjarasamningunum. Því þar kom nú bara stuttu eftir að þeir voru gerðir, og líka 2015 samningarnir. Miklu minni áhrif og betri hagvaxtatölur frá Seðlabankanum og hagstofunum eftir að samningarnir voru gerðir. Það sé að ógnin var ekki eins mikil. Þá var líka innflutt verðhjöðnun, allt í lagi með það, en núna erum við komin út úr óvissinni með COVID. Það er bara landsframleiðslan 3,6% meiri heldur hún var fyrir COVID. Já, og tekjurnar eru meiri, ferðamenn eru fleiri, vonandi stríði búið í vor, en áhrifin af stríðinu eru svo lítil hérna heima. Já, og hrávöruverði byrja að lækka, flutningskostnaðurinn er búin að lækka helling. Þannig að allir indikatorar, allir signalarar úr hennu alþjóðlega hagkerfi eru á þá veg að nú er verðbólgan að fara niður á við. Hún verður náttúrulega ekki eins hratt niður á við eins og hún fór upp, en nú þarf að ná að halda jafnvæginu þegar hún fara niður á við. Það þýðir að báðir aðilanir, heildsalarnir eða atvinnurekendur sem eru að hækka vörur, allir sem að fara að versla í matinn sjá að það er búið að hækka mun meira, allavega til hluti sem ég kaup út í búð heldur en vísitölu prósenturnar segja. Þeir eru búinir að leggja inn hækkun. Þessu gerist þegar verðbólga fyrir í gang, þá fara allir og þá var hún einhvern veginn sjálfnærandi. Þess vegna skiptir máli hvernig mikilvægastu embættismenn landsins tala og að það sé talað hvernig að skipta þessu á milli. Þetta hlutfall launþega í hagvextinum og þjóðarkökunni á það að minnka að stækka. Það voru ágætis úttekt frá Stefán Ólaf sem ég var rétt byrjaður að lesa, þannig að sko út frá þessum öllum tölum finnst mér að það ætti að vera skynsamlega núna sem er lengur, þannig að með svona breykklásúlum eins og var í lífskjarasamningunum, jafnvel hægt að hafa þær upp og við og niður á við. En kannski erum menn að semja bara stutt til þess að geta gengið frá einhverjum skattapakka og stuðningspakka frá ríkisstjórninni, ég veit ekki. Mér skilst að hans sé frekar lítill, sko. Enda hefur það komið fram opinberlega. Katrín til dæmis sagði það að ef það er sami stutt þá verður minni pakki frá
ríkinu. Eins og ég skilir þetta, þá var fyrst og fremst verið að semja hækkun á barnabótum. Mér skilst að það sé verið að tala um 5 milljarða og síðan vaxtabætur og húsnæðisstuðningur sem eru miklu minna en það. En þetta eru rosalega litlar tölur. Heildartölur í samanburði við stuðningur Londonum í kring. Líka bara því að ástæðan fyrir því að til dæmis var hækkunin til heilbrigðismála daginn, til sjúkrahúsa og heilbrigðisþjónustu fatlaðra og aldraðra, náttúrulega það að streyma eins og miklu peningar inn í ríkissjóð. Þegar fjármálandur sjá það bara tekjur af virðisaukaskatti fara upp, tekjur af launaskattinu fara upp, tekjuskattur einstaklinga. Það alltaf að fara upp og fjármagnstekjuskattur fyrir upp ef það tekst ekki einhvern veginn að fela á peninga. En vandinn þarna sá að það var samt ekki búið að loka gatinu. Það var gerð 5 ára áætlun, fjármálaáætlun, með misræmi þarna á milli tekna og gjalda. Þannig að núna þarf hluti af þessum tekjuauka sem kemur bara fari að loka því gati og svo erum við með Íbúðalánasjóðsvesenið líka og getum ekki selt Íslandsbankann og svo kemur þannig einhver svona 14 milljarðar fyrir lífeyrismisreikning og hinar og þessa það virðist vera viss svona polykræsis eða fjölþáttakrísanir í fjármálaráðuneytisins með að við fréttatilkynningarna sem koma það. Það geta ekki loka gatinu og það ágætt að það komið fram sko vegna þess að það verið að semja og svo kemur ríkið og leggur 5 milljarða í barnabætur og eitthvað svona innan úr gati sem eru raunverulega þeir sem að fá barnabætunar þurfa svo bara að borga það annarkvort í framtíðinni með aukinni skattheimtu eða sem líklegra eiginlega ef að ríkisstjórnin heldur áfram með minni þjónustu vegna þess að stærri hluti af tekjum ríkissjóðs fyrir til þess að borga vexti. Já, ég meina þetta getur reddast en þetta getur líka farið mjög illa og það reynir á þegar að krísur koma. Þessi verðbólga náttúrulega algjörlega ný krísa. Hún skilar ríkissjóði tekjuauka núna tímabundum eins og við ræddum síðast. En þegar að sveitarfélögin eru fann að hækka gjaldskrár þá eru þau orðin verðbólgu hvetjandi líka í viðbót við heilsalana og þá sem hækka. Þannig að sko mér finnst þetta svolítið hættulegt og óábyrgt að sé ekki verið að taka á þessu heildstætt og eiginlega mjög vont hvernig umræðan var byrjuð sko strax síðustu kosningar, ég held ég hafi nú gagnrýnt það hér, þegar það var komin úr Seðlabankanum strax hótanir og ógnanir fyrir hækkanir og svo núna sko ég var að skoða hvað nágrannalönd eru svipuð okkur, við erum komin upp í 6 núna, það er 6,75 held ég í Pólandi stór hluti Íslendingar það er þannig stýrivexti stýrivextinni frá Seðlabankanum, þar er sko 18 eða að vera 20% verðbólga helmingi herri verðbólga en hér og mikill kostnaður út af stríðinu þeir voru að tvöfalda hernaðarútgjöldin sín úr 2,5% af landsframleiðslu í 5 og það er peningur sem þeir þurfa að eyða í erlendum gjaldeyri, þeir eru ekki með veruna, þeir eru konum með viðskiptahalla og þeir eru að sko kaupa 250 skriðdreka sem kosta 5 milljarða evra, þetta er rosalegt. Við erum með flesta flóttamennina, er í orkukreppu og þarna gæti maður verið hræddur sko þetta er orðið líkt og Argentína eða Tyrkland eitthvað svona ef sko allt fer á versta veg og við erum bara í einhverju algjöru luxus aðstöðu með við þetta. Þeir eru að rísa upp sko, að meðan aðrir eru að sko síga. Og við erum ekki með orkuverðskrísuna, við erum ekki með neinn hernaðarútgjöld, við erum með mjög lítið af flóttamannakostnaði. Og þriðjungurinn af vandanum okkar er húsnæðismarkaður ef við tölum í verðbólgunni, sem er bara heima tilbúið steik. Hinn er ekki með henni í verðbólgumælingunum sínum. Sem ætti að vera verkefni sem allir ætti að vera glaðir að leysa. Því að það hefur verið svo marga kosti að leysa húsnæðiskreppuna. Þú útvegar fólki í húsnæði, þú bara býtir slaka í samfélaginu. Þetta er hættan ef menn eru bara að hugsa í sílóum og sérstaklega í svona polykræsis, fjölþáttakrísu, þegar margt gerist eða hvert á eftir öðru og önnur krísan kemur ofan á hina og útkoma verður verri heldur en summan af þessum krísum að þá er kerfið álagsprófað, hversu vel varstu undirbúinn, hversu þolgóður og sterkur er þjóðar líkaminn til að takast á við þetta og síðan alltaf skiptir rosalega máli hvað er gert og
það náttúrulega mjög mikil hægt á að gera rangar hluti þegar að svona steyðar að mörgum áttum og ég heyri ekki annað en að sko það sé verið að reyna að hafa ábyrgan tón frá verkalýðshreyfingunni því sem ég hef séð. Mér sýnist Aðalsteinn Ríkisdóttir sem verið að reyna þannig að ná einhverja því að það hér ekkert eitthvað svona nein stemming, neinstæði fyrir að endurtaka eitthvað hérna Gvendarjaka tímabilið eða óðaverðbólgu tímabilið, það bara allt annar heimur núna. Það verður gagnrýnt mest hérna hækkanirnar sem Efling, kröfunar sem Efling kemur fram. Við höfum nú verið að sýna fram á það að þú tekur sko mið af því að það verðbólga. Það er 9,5% verðbólga og á 2 ára tímabili að þá eiginlega lágmarkið að koma fram með 20% launakröfu. Þú veist það bara nú ætla ég ekki að taka Nei, ég bara að segja sko að þegar þú tekur tillit til verðbólgurnar þá er náttúrulega hækka tölunar og ég heyrði mér sko Halldór Benjamin sagði þetta í viðtali við fréttamann hvort það var í hátinu eða að þá að því að fréttamaður er búin að ganga svo langt í því að segja sko eins og að kröfunar væru á háar og þá segir Halldór Benjamin að við erum náttúrulega að taka tillit til þess að það er verðbólga hérna þannig við verðum að hækka laun. Já, og það ekki vandamál í sjálfu sér ef það er hægt að halda utanum kerfið þannig að þetta sé ekki að fara að spíralast upp. Það er stórfurðulegt í kynningu fjárlagafrumvarpsins sem var talað um að lífskjör hefur aldrei batnað meira en í fyrra. Þegar sú lífskjara bót er farin hjá þeim sem eru með skuldir, sem eru hérna og lán sem hafa hækkað. Sko. Þannig að það sem menn gleyma svolítið í hérna, sem eru með einhver tráma úr fyrir verðbólgu eða hafa lært einhvern veginn einfaldar kenningar út frá peningamagn og hækkun og verði. Sko, verðbólga sem er tímabundin og bara, ég meina, þú sér það á Netflixinu eða einhver svona sem hækkar einu sinni, það var á einhverjum verðlevel og svo komið upp á nýtt stig og þá þurfa náttúrulega launin að fylgja því og þá hægt að halda sér á því nýja level og allt nánast óbreytt. Ég verð að reyna að útskýra þetta fyrir hagfræðingum fyrir fólki sem hefur eitt megnið af peningunum sínum í húsnæðis og matarkostnað að þá það alls ekki neitt verðbólgu hvetjandi ef að það fólk fær launahækkanir sem lætur það kaupa jafn mikið af hafragraut og borga af sama húsnæðisláninu bara sem að kröfunar eru hærandi bankans. Kröfunar eru þetta. Já, og þetta virðast bara eiga geta verið skynsamlegir samningar sem væri þá hagstætt að hafa lengri með lágum hækkunar ákvæðum til frambúðar að því mann ætla ekki að vera með 10% á ári hér verðbólgu og þar með ekki launahækkanir 10% á ári því það eitthvað sem enginn vill og allir ættu að held ég að geta haft svona markmið sameiginlegt það að ná levelnum, þessum nýja level og halda sér það með skynsamlegum hætti með svona hagvaxtar vaksta og hérna breykklásúlum sem að geta látað að losna upp frekar heldur en ég minna við sjáum það sem að gerast í Bretlandi núna. Það eru verkföll sjúkraflutningamanna, það eru lestar, það verið að setja lög í Bandaríkjunum á lestarstarfsmenn. Það verið að kalla út herinn til þess að mæta sko ástandinu sem að skapast út af verkföllunum í Bretlandi. Og við höfum enga þörf til að fara inn í svona ástand því við erum ekki að kljást við trösk, kvarteng, aukafjárlögin hérna útgjöldin og ríkissjóði þar til að borga niður orkureikninga heimilana og Brexit vandan sem núna að koma í andlitið á þeim og með öllum þeim kostnaði og þannig að sko við hljótum að geta svona sameinast þetta með því að hugsa aðeins út úr sílónum og hérna séð í raun og veru hversu gott við höfum það og hversu gott ástandið hér. En þetta náttúrulega taktík hjá Samtökum atvinnulífsins að spila leikinn svona til þess að hleypa í gegn sem minnstum launahækkunum. Það náttúrulega. Þeir líta á það sem þeir vinna við það. Já, og þess að stilla þeir upp ástandinu þannig eins og að sé eiginlega bara glabræði að hækka launin. Já, ég meina þá verður að ríkisvaldið að stíga inn í með hvalrekaskatti og skattahækkunum þar. Sko. Ég meina hér var lækkaður bankaskattur og það er komin bankaskattur á í Svíþjóð. Það kom enga fréttir af því, sko. Ég var að horfa á hérna hagfræði þáttin sem á föstudagskvöldum í sænska ríkissjónvarpinu, sko. Hérna, skattólið, ekonomíbíróin, ég meina, hann er að hækka, hann er ekki orðin eins ár og hér, ég er ekki búin að bera saman skattstofnir, en það var að hækka hann úr 0,05 í 0,06 og hérna. Því að þar sjá allir líka að bankanir eru að hagnast meira af
vaxtahækkununum, þannig að það þarf að ná af því inn í ríkissjóð til að loka gatinu og hérna. Við vonum að Bjarni Benediktsson sé að hlusta og ekki skattir aftur. Ég held að þetta ætti að geta orðið bara fín lausn út úr þessu með hvað allar hagtölur eru fínar og góðar og hvað við erum heppin að vera laus frá stríðskostnaði, orkukrísu og þurfum bara að leysa hérna svona smottir í með húsnæðis. Við erum að leysa sko framfærslu krísu þeirra sem hafa þurft að bera sko kaupmáttur rýrnumina og eiga verða að fá einhverja bætur til þess að geta lifað út mánuðin. Það er vandamann á Íslandi í dag. Það er rosalegt þegar ég held að sko bara megnið af þessum hagfræðingum sem vinna í þessum stofnunum og í þessum samningum séu bara þá ekkert með húsnæðislán og þekki ekkert einstæða maður því að fólk sem er að sko borga núna 100 eða 150 skrónum meira á mánuði sko sem að mátti ég vel ekki við vetrardekjakostnaði eða uppþvottavél að þetta er bara sko dekkjagangur og uppþvottavél í hverjum mánuði slærði kaldan og það er ekki engin það verður lífskjarakrísa með fljótlega út af því ef það er ekki tekið á því á skynsamlegri hátt heldur en að semjum 10% launahækkanir á ári næstu 10 árin því það græðir enginn á því, það er óbreytt ástand sko, það vita það allir. Óskar Brynjar, takk fyrir að koma hingað og hjálpa okkur við að skynja bakgrunn kjarasamningana sem eru líklega mikilvægsta mál sem er í gangi núna, það er alltaf bara lokaður dyr og hurðir inn í karphúsi, þannig að við heyrum ekki nema það sem er svona læðist út.